Góðan daginn, kæru vinir, og veriði velkomin á janúarástefnu Festu. Ég heiti Elva Rakel og framkvæmdastjóri Festu. Ég veit að það eru nokkur að tínast inn, þeir koma bara. Það er ekkert mál, við byrjum. Fyrir akkurat ári síðan, þá stóð ég hér á þessu sviði og mjög mörg ykkar voru akkurat í þessum sal. Ég var að halda mína fyrstu janúarástefnu, smá svona fyrirlt í maganum, en allt var að ganga ótrúlega vel. Ótrúlega skemmtilegu dagur, ræðstofnan alveg vera búinn, panelin var komin upp á svið og þið veitir VIP aðilinn frá Evrópu komin á skjáinn. Það var allt í einu fyrir rafmagnið. Og sko ekki bara á Hörpu, heldur öllu höfuðborgarsvæðinu og öllu Reykjanesinu í fyrsta skipti marga áratugi. Og þá var hún aldeilis góður á dýr. Við reyndum að halda aðeins áfram og nota bara kórröddina. En að lokum þá ákveðum við að slíta. Fórum öll hérna fram í dagsbirtuna, því hérna einu var alltaf bara kolniða myrkur, 2 rafmagnskert á sviðinu og skáluðum þar og fylgdust með umferðar- og öngþvotinu þegar aumingja Reykjavíkurbúarnir reyndu að komast heim og engin umferðarljós virkuðu. Þetta var ótrúlega minnisstæð stund og ég held ég hef aldrei bara upplifað annað eins á ráðstefnu. Í dag eru hins vegar veðurviðvaranir og mögulega fara að byrja eldgos. Þannig að, þið vitið, við erum alltaf bara í stuði hérna á janúarráðstefnunni. Við ætlum í dag að tala strauma sjálfbærni. Við ætlum að ræða hvernig við erum einhvern veginn öll hluti af sama flæðinu. Flæði auðlinda og orku og fjármagns, flæði sem stundum kallað virðiskeðjan. Takk fyrir að taka ykkur smá pásu úr ykkar daglega veruleika og vera hérna með okkur í dag. Takk fyrir að taka hljóðið á símanum og farið með okkur í smá ferðalag. Í óravíddum alheimsins marar lítill blár hnöttur sem að hýsir okkur öll. Það eru vissulega svolítið langar vegalengdir á milli okkar á þessum hnetti, barninu sem að starfar í teppaverksmiðjunni í Nepal, fjárfestinum í Noregi, kakóræktandanum í Kamerún eða startupið út á Granda. En samt erum við öll nátengd. Við erum nefnilega tengd í gegnum ákvarðendan okkar. Við ákveðum að fjárfesta í einhverju, að kaupa eitthvað, að hanna eitthvað, framleiða það, selja, farga, endurvinna. Og allar þessar ákvarðanir hafa áhrif á hennan litla daglega veruleika okkar. Og þessi veruleiki okkar hann svo ótrúlega misjafn eftir því hvar við erum auðvitað bara í heiminum. Minn daglegi veruleiki sá. Ég á mig draum að endurnýja hjá mér eldhúsið. Ég segi það svona bara undir rós, því að sjálfbærni fólk á þetta ekki að vilja rífa út hjá sér eldhúsið. En þetta samt eitthvað sem mér langar ótrúlega að gera einhvern tímann. Mér langar líka að byggja mér hjólageymslu úti í garði og þess að þá geti kannski bíllinn einhvern tíma komist inn í bílskúr. Það svona minn daglegi veruleiki, mína litlu áskoranir. Hjá öðrum annars staðar í heiminum geti draumurinn verið tryggt aðgengi að hreinu drykkjarvatni eða öruggri orku. Hjá enn öðrum geti draumurinn verið frelsi undan þrælkun eða stríði. Og allur þessi fjölbreytileiki mannlegs raunveruleika rúmast á sama tíma á sama litla bláa hnettinum. Og við erum öll áhrifavaldar í lífi hvers annars og höfum áhrif á aðbúnað hvers annars. Þannig að ákvarðanir okkar skipta svo sannarlega máli. Og til þess að ræða þessi mál í dag, þá ætlum við að hlusta á alla þessa áhrifavalda. Þau eru áhrifavaldar, sannarlega, vegna þess að þau hafa áhrif langt út fyrir landsteinana með sínum verkefnum og sínum rannsóknum. Og við viljum með aðstoð þeirra teikna upp fyrir ykkur svolítið þessa mynd sem að kristallar hvað virðiskeðjan hvað hún í rauninni margbreytileg. Hún miðlæg bæði þeim áskorunum sem við mætum, hvort sem við horfum á okkur sem samfélag eða rekstraraðila, en hún líka algjörlega miðlæg í því að finna uppsprettu lausna og tækifæra. Ok, þegar ég segi orðið áhrifavaldur, þá kannski sé ég ekki endilega alltaf þetta fólk fyrir mér. Ég verð að viðurkenna að í mínum huga þá sé ég frekar fyrir mér svona unga konu í húsi á sléttunukjól sem að þykist vera að rækta kornið, sem að ól hænuna, sem að verti egginu, sem hún þóttist síðan baka brauðið frá grunni handa manninu sínum. Svoleiðis áhrifavalda, þið vitið.
Eða kannski unga mannin sem fekk allt í einu allan heiminn til að elska ekkert meira en gúrkusalat. Svoleiðis áhrifavalda. Þannig að þó að þessi hér séu kannski ekki með alveg jafn marga TikTok-fylgjendur, að þá eru þau samt að hafa ótrúleg áhrif í gegnum rannsóknir, fjárfestingarstefnu, birgjasamskipti og mannúðarstarf. Og þau hafa áhrif beint á líf ótal manns út allan heim og allt í gegnum virðiskeðjuna. Ég ætla að kynna þau öll betur eftir, þannig að þau fá aðeins að heyra betur þau eftir þau sem þau stíga á svið. En þetta eru 16 manns og við höfum svona cirka 3 tíma. Þannig að því okkur fannst það ekki alveg nóg, þá ætlum við líka að bjóða þessum 10 manns á svið til okkar. Og þetta er svona fólki sem kemur hérna upp, þau skjótast hérna lyftursnögt upp á borði hérna við hlið mér og þau ætla svona nokkurn veginn að lýsa leiknum. Þau verða svona Óli Stef og Logi Geirs hérna á kantinum fyrir okkur. Gefa okkur svolítið innsýn í annað samhengi hlutana, víkka sjónarhornið eða þrengja, allt eftir því hvar þeirra sérþekking og áhuga svið liggur. Við köllum hennar lið Trúnó og þau fá þess að bara vera alveg jafn einlæg og þau vilja. Og þennan hóp þarf ég eiginlega ekkert að kynna, ég veit ég þekki þau öll. En við völdum þau sérstaklega með það í huga að við vitum að þau liggja ekkert á skoðunum sínum. Þannig að það verður klárlega langmest áskorun fyrir ykkur að halda ykkur innan tímaramans sem ég er að gefa ykkur. Áður en við hefjum leika vil ég varpa hérna upp myndinni af heimsmarkmiðunum. Og ég er bara búin að ákveða að ég ætla að gera það öllum janúarástunum hérna frá. Af því heimsmarkmiðin eru langbesta myndræna framsetningin sem við eigum á því hvað sjálfbærni er. Og þess vegna finnst mér hún svo frábær. Hún lýsir líka virðiskeðjunni alveg virkilega vel. Ég sé hana aðeins fyrir mér svona eins og slönguspill. Þið vitið það sem að kasta tening og maður getur fengið að fara upp stigann eða óheppinn og ég þurfti að renna niður slönguna, niður á það næstu hæð og í leiðinni þá klukka maður öll þessi áhrif innan heimsmarkmiðana. Þannig að ég með mínum smitáhrifum er kannski að hafa áhrif á markmið 2 og 6 og 14 hjá einhverju allt öðru fólki, allt annars þar í heiminum. En núna er ekki þetta neina að bíða og ég vil mjög gjarna fara að kynna á svið alla okkar frábæru fyrirlesara. Við verðum með svona þemaskiptingu á ráðstefnunni. Þannig að núna til að byrja með ætlum við að kynna svolítið virðiskeðjuna og setja hana í samhengi við íslenskan veruleika. Við verðum líka með alls konar fjör og sprell. Það muni koma hérna smá svona grínmyndbönd og það verður alls konar svona óvæntin á milli. En að því ég var að segja áðan að heimsmarkmiðin séu svo skýr og aðgengileg, þá verður samt alveg að viðurkenna að við sjálfbærnisérfræðingarnir, við erum næstu því með bara eitthvað svona blæti fyrir geðveikt flóknum hugtökum og skammstöfunum sem að kannski fáir aðeir skilja. Þannig að ef einhver á pínu erfitt með að ná utan um það hvað virðiskeðjan er eiginlega, örvæntið eigi, vegna þess að við erum búin að fá hann Sævar Helga með okkur í lið sem ætlar að útskýra fyrir okkur virðiskeðjuna, krakka frétta stæl. Gjörðu svo vel. Í dag ætlum við að skoða býsna stórt hugtak sem snertir allt sem við gerum, virðiskeðju. Hvað er það eiginlega? Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér hvaðan allir hlutirnir sem við notum koma? Hver bjó þá til og hvar? Allir hlutir eiga sér flókna sögu, allt frá hugmynd til notkunar og förgunar. Virðiskeðjan hjálpar okkur að skilja þessa sögu og áhrifin sem framleiðsla og notkun hafa á náttúruna, samfélagið og fólk. Skoðum nú ferðalag 2 hluta. Ljúffengur fiskur sem þú borðar og snjallsími sem þú nota til að mynda fiskinn fyrir Snapchat eða TikTok. 2 ólíkir hlutir með flókna sögu. Ferðalag fisksins hefst í hafinu. Sjómenn nota veiðarfæri sem eru framleidd í verksmiðjum til að veiða á bátum sem eru smíðaðir í skipasmíðastöðum. Þegar fiskurinn er veiddur er hann fluttur í land, unninn í vinnslustöðum og settur í umbúðir sem framleiddar eru víða um heim. Fiskurinn er fluttur með vörubílum í matvöruverslanir. Þar kaupum við fiskinn, tökum heim og matreiðum með eldavélum, pottum og pönnum. Kryddin og meðlætið sem notuð eru við matreiðsluna koma oft frá fjarlægum löndum þar sem jurtir eru ræktaðar og tíndar. Að lokum er fiskurinn borinn fram á diskum við matarborðið. Skoðum nú snjallsímann. Ferðalag snjallsímans byrjar með hráefnum sem eru sótt allan heim. Málmar eins og ál, kopar og gull eru unnin í mismunandi löndum. Og lithium fyrir rafhlöðuna gæti komið frá saltlónum í Suður Ameríku.
Þessi hráefni eru hreinsuð og send í verksmiðjur þar sem íhlutir eins og rafhlöður, skjáir, myndavélar og tölvukubbar eru framleiddir. Íhlutirnir eru síðan fluttir til samsetningastöðva, oft í löndum sem sérhæfa sig í stórframleiðslu. Þar setja starfsmenn saman hlutana í þann snjallsíma sem við þekkjum. Að lokum er símanum pakkað í umbúðir og hann sendur til verslana allan heim. Við kaupum símana og tökum nokkrar selfies. Þegar síminn er orðinn úreltur eða við komum með leið á honum, er honum annaðhvort hent eða hann sendur í endurvinnslu þar sem reynt er að endurheimta hráefnin. Bæði fiskurinn og snjallsíminn fara í gegnum flókna virðiskeðju með mörgum skrefum. Fiskurinn fer úr hafinu til vinnslu, verslana og eldhúsa, en snjallsíminn frá námum og verksmiðjum til samsetningar, verslana og notenda. Virðiskeðjan lýkur ekki hjá notendum, heldur í því hvernig varan er endurunnin eða förguð. Á hverju stigi virðiskeðjunnar eru áhrif á umhverfið og fólk. Þegar fiskur er veiddur þarf veiðarfæri sem framleitt er í verksmiðjum og þegar hann er fluttur, unnin og pakkaður fylgir því orkunotkun og úrgangur. Fyrir snjallsíma felur vinnslan í sér vatnsnotkun eins og þegar lithium er unnið úr saltlónum og losun gróðurhúsalofttegunda eins og þegar grjót er grafið til að vinna gull. Félagsleg áhrif eru líka mikilvæg. Fiskvinnsla og vinnsla á kryddi byggir á vinnunum margra, oft á lágum launakjörum. Fyrir snjallsíma er vinna í námunum og verksmiðjunum mikilvægur hluti af keðjunni, en réttindi starfsmanna er ekki allstaðar tryggð. Þess vegna er mikilvægt að skoða hvernig við nýtum náttúruauðlindir, framleiðum vörur, endurvinnum þær og tryggjum jafnframt réttindi og velferð þeirra sem taka þátt í framleiðslunni. Við getum haft áhrif á alla þessa þætti með lögum, ábyrgum stjórnarháttum fyrirtækja og meðvitund neytenda.